Núna ætlum við að skoða dæmi 130. Í dæminu þá erum við með jafnbrauta lest og við erum sem sé með einn dráttarvagn sem við ætlum að hafa svona langan og við erum með 10 sem sé svona vöruvagna. Við erum með 10 svona stykki. 10 talsins. Og svo er spurt á hve marga ólíka vegu getur jafnbrautalest félagsins verið samansett. En dráttarvagninn, þessi hérna, hann getur bara dregið 3 vagna í einu. Og þá er best, náttúrulega að stroka hérna út, þá er best að bara byrja á þeim möguleika þegar að hérna svona þegar dráttarvagninn er með 3 ólíka vagna. Og dráttarvagninn þetta lítur alltaf að vera með. Þannig að við erum sem sé með 10 vagna og við ætlum að velja 3 af þessum 10 vögnum. Og til þess að gera það að þá notum við aðra talningarregluna af því að við ætlum ekki bara að velja þessa 3 vagna, heldur ætlum við líka að raða þeim. Þannig að ef við erum með vagnnúmer, við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagna, og þá viljum við ekki bara velja 3 vagna, heldur viljum við taka kannski fyrsta vagninn og setja hann hér, hér eða hér. Þannig við erum bæði að velja og við erum líka að raða. Og á hversu marga vegu getum við valið og raðað vögnum ef að þeir eru 3 talsins. Og þá myndum við setja þetta upp á þennan hátt. Að við erum með n hrópmerkt, eða ekki, það er 10 vagnar og við deilum sem sé með 10 mínus og svo erum við með 3 vagna hérna og það er hrópmerkt. Þannig að við erum sem sé með 10 hrópmerkt deilt með 7 hrópmerkt sem að er 10 sinnum 9 sinnum 8 sem er sama sem 720. Þetta merkir að ef að við veljum sem sé 3 vagna af þessum 10 og röðum þeim líka, að þá getum við valið og raðað þessum 3 vögnum á 720 mismunandi vegu. En það er líka möguleiki á að að dráttarvagninn taki einungis 2 vagna, ekki bara 1, ekki bara 3, heldur 2. Þannig við erum líka að taka það inn í myndina að við veljum ekki bara sem sé þessa flesta möguleika, heldur líka sem sé 2. Það þýðir að þá erum við með, hérna, 10 mínus 2, eða ekki, og þannig að þá erum við með 10 hrópmerkt deilt með 8 hrópmerkt. Og það er þá 10 sinnum 9 sem er sama sem 90. Svo auðvitað getur dráttarvagninn líka verið bara með 1 vagn. Og ef að dráttarvagninn er bara með 1 vagn, að þá hljóta möguleikarnir að vera 10 talsins. Og við getum auðvitað sett þetta upp á sams konar hátt, af því að það er sem sé 10 talsins, af því að það eru bara 10 mögulegir vagnar, eða vöruvagnar. Þannig að þá segjum við 10 deilt með 10 mínus 1, er það ekki? Af því að það er bara 1 vagn.
og þannig að þá er það 10 fótmest deilt með 9 fótmest. Það er bara sama sem 10. Svo sem sé setjum við þetta upp þannig og nú takið nú eftir hvernig hlutin eru orðaðir, bíddu nú við. Ég ætla að setja þetta hérna aðeins fyrir ofan hérna, að við getum valið 3 vagna af 10 sem er 720 mismunandi vegu, eða, sjáu ég hvað gerist hérna, nú kemur sem sé eða og þá set ég plús, eða að við getum valið 2 vagna, eða að við getum valið 1 vagn, eða að við veljum eingöngu dráttarvagn. Þannig að þetta hérna merkir sem sé eða.